Þjálfari HK, hvernig kemur það til? Já, hvernig kemur það til? Það bara kemur svona til, nei. Nei, það var bara búið að vera rosalega mikið í gangi. Náttúrulega þetta típiska silly season á Íslandi og hvort það sé þjálfarakapallinn eða leikmannakapallinn og jú, þeir voru eitt af þessi liðin sem höfðu samband við mig og mér fannst það bara mjög áhugavert strax og svona eftir þennan fyrsta fund og annað fund að þá fannst mér þetta að vera svolítið vera í takt við það sem að mig langar að gera og það sem að minn metnaður liggur það rímar svolítið við það sem þeir vilja gera líka. Viðburðaríkar vikur hérna í haust? Já, við getum sagt það er óvægt að segja það. Þetta er bara þetta íslenska silly season, það fór svona óvinnu seint af stað í ár en það fór af stað. Leitaði hugurinn, þú veist, stefnan var það að fara í efstu deild? Sko, mér langar að taka næsta skref. Maður er búinn að vera hann í Njarðvík núna í 2,5 ár og einhvern veginn búinn að vera hjálpa þeim að taka skref fram á við og endanum erum við einu marki frá því að fara beint upp í efstu deild og búið að leggja mikla vinnu á sig til þess að ná þeim markmiðum en svona já, mér langar að kitla það að fara í bestdeildina og en jú, þú veist, eins og það er bara, ég menna það, þú fær bara annarkvort færðu gig í bestdeild eða ekki og ef þú fær það ekki þá skoðar eitthvað annað og það voru nú fleiri lið sem voru í mixinu á Íslandi og erlendis líka, þannig að það var bara mjög gott og gaman að sjá að maður svona, það eru fleiri sem voru eftir mér heldur en bara 1 eða 2 sko, þannig að eitthvað að gera rétt og það kýtla náttúrulega egoið að vera með þannig stöðu en ég er mjög ánægður að vera komið núna í HK og það sem þau vilja gera líka. Varstu nálægt að fara erlendis? Já, ég var það. Bara heiðarlegur með það var nálægt en svona eftir í end þá svona fannst mér þetta ekki alveg vera kannski rétti tíma til að gera þetta að taka fjölskylduna og fara út á þessi tímabúti. Lítur á HK sem skrif upp á þig frá Njarðvík? Já, klárlega. Mér finnst það. Þetta er klúbbur sem er búinn að vera í bestdeildinni í 7 skiptum eða 7 árum síðustu 7 árum síðustu 10 árum og aðstæðan upp á 10 og það er know-how að vera í bestu og komast upp í bestu og við stefnum þangað. Metnaður minn er að gera betur sem þjálfari og gera betur enn í fyrra og HK var bara einu leik frá því að fara upp líka í fyrra þannig að metnaðurinn hjá okkur, mér og stjórninni og leikmönnum, ég finn það á þessum æfingum að við viljum gera betur en til þess að getum gert betur þá þurfum við að leggja ennþá harðar að okkur og ég finn það að menn eru tilbúin í það og ég get lofað því að HK verður mjög skemmtilegt og erfitt lið að mæta næsta ári. Hrifinn af kórnum? Já, ég get alveg sagt það, maður býr nú á Íslandi og þetta er að skýta veður og allt það en jú, þú ert væntanlega að segja það að ég saði einhvern tímann að við ættum ekki að spila inni á sumrin sem ég stend alveg við, mér finnst það en aðstæðan er alltaf frábær og þetta gervigras er mjög gott og það er nú bara á pari við þessi gervigras sem er nú í Íslandi og á Íslandi en við erum bara með þak yfir en það er stefna núna að byggja þessu völl við hliðina og sem var nú eina af þessum punktum í þessu söluræði hjá HK að fá mig þannig að en hvort að ég verður síðan þjálfari þegar þetta verður klárt, það verður sem bara komið ljós en þetta er mjög skemmtilegt og spennandi svona projekt í gangi í kórnum. Hvernig líst þér bara á leikmannahópinn? Sko, fyrstu impressions er bara virkilega gott, bara komið bara skemmtilega óvart. Þetta er betur en ég held, það sé alveg sér. Margir mjög góður ungi leikmenn og sprækir og svona í takt við eldri leikmenn líka, reynslu mikla og bara góða leikmenn og en við erum núna bara á svona næstu dögum og vikum alltaf bara að skoða hvað við erum með og í hvað stöðu við þurfum að sækja leikmenn í til þess að ná þessum markmiðum sem við viljum gera fyrir næsta ár og ekki bara það
að sækja leikmenn, þetta líka vera bara fyrirmyndi fyrir yngri leikmennina og þeir sjáu það að þetta eru leikmenn sem að þurfa að vera betri og þeir þurfa bara að ná þeim til þess að komast þangað sem að þarf að komast til þess að verða topp leikmenn í Íslandi og vonandi atvinnumenn og landsliðsmenn út af því að það er það sem ég vil að HK verði til framtíðar. 2026 er stefnan að fara upp úr leikjadöðinni? Sko það er að gera betur, ég vil gera betur og HK vil gera betur og það er mjög auðvelt að rýna í það þá hvað við þurfum að gera eða hvað við viljum gera og jú, það er stefnan. Það eru tveir mikli reynslu boltar sem eru með lausa samninga, Atli og Arthur Ari, hefur þú talað við þá? Ég er nú bara að hitta á þessum æfingum, já. Þetta er svona bara, þetta típiska svona fyrsta high five-ið og svona aðeins að kynnast. Ég þekki Arnar mjög vel, spila sjálfur með honum í IBVF á sínum tíma. Algjör toppmaður, frábær leikmaður, hefur náttúrulega hefur verið smá basli með meiðsli og lent í því svona leiðilegu meiðslunum sumar. En hann er á leiðin tilbaka og þetta er bara samt að ég er að fara að taka með þeim núna bara á næstu dögum og svona heyra hvað þeir eru að pæla og það sem mér langar að heyra frá þeim er náttúrulega bara það að þeir séu spólgraðir í það að gera þetta almennilega og taka þetta næsta skrif en ef það er ekki til staðar þá þarf ég bara að finna einhvern annan. Hvernig heldur þú að vera að mæta Njarðvík? Það verður skrítið að fara á Rafholtsvöllinn þetta er JBO-völlin heitir þetta og mæta þeim en ég get sagt það verður margir nýju leikmenn þetta er náttúrulega ekki margir leikmenn sem er eftir hana ég veit að þeir eru að reyna að vinna í því að reyna að hafa eins svona svipan hópuð voru með en hvort að það gangi upp eða ekki, við þurfum bara að vera raunsæðum með það verður bara komið ljós en bara gaman að sjá að þeir vilja halda áfram þessu vegferð sem við byrjum en maður mun alltaf hafa svona hlýjan hug til Njarðvík og þeir sem eru þar og sem stýra þar og það mun ekkert breyta en ég er samt komin þangað til að vinna það er bara þannig. Talandi mál Njarðvíkur og HK, það eru 3 leikmenn Njarðvíkur sem eru orðaðir við HK, mögulega eru þeir fleiri sem þú ert að skoða. Ég er 25. En þessi 3 sem hafa verið nefndir, ég veit þú hefur séð þessa frétt, eru þeir á leiðinni í HK? Hvaða 3 voru þetta? Það er Dominik, Svavar og Grjóni. Já. Sko, þeir náttúrulega eru samlýslausir, ásatt fleirum, þeir eru fleiri sem eru samlýslausir. Þetta er náttúrulega stráka sem fór náttúrulega í svakalega vinnu með mér. Þeir náttúrulega lögðu gjössan allt í þetta til þess að við getum svona upplifað drauminn, hann er Njarðvík. Og einhver leitu gerðu við það, við náttúrulega fórum ekkert eðlilega hátt með þetta og vorum helviti nálægt þessu og einhverjir vilja segja það, þetta sé nú bara eitthvað kraftaverk en ég finnst þetta persónulega að vera bara, viljinn frá okkur í teiminu og þjálfarteiminu og leikmönnum fyrst og fremst. Og það eru margir strákar sem lögðu ógeðslega mikið á sig og jú, þetta eru strákar sem líka samlýslausir sem að mér þykir mjög vænt það er bara þannig en hvernig svo sem hversu marga ég er að fara að taka með mér eða hvort ég taka einhver með mér það þá þetta er komið ljós en ég er ekki komið til HK til þess að hrúa gömlu Njarðvíkingum þangað það er nú bara þannig ég sé hvað er í boðinu í HK ég finnst það ógeðslega spennandi, ungir, virkilega góði leikmenn sem eru sem ég vil halda áfram að þróa. Mér finnst það mjög gaman að vinna með ungu leikmennum og svona að reyna að hjálpa þeim með þetta ekstra til þess að þeir geti tekið þetta ekstra skref til þess að verða ennþá betri og það rýmar svolítið bara við það sem ég vil gera með HK. En auðvitað þarf að vera ykkur balans í þessu, það þurfa að vera eldri leikmenn líkana til þess að hjálpa þeim og við þurfum bara að velja þá réttu eldri leikmenn, reynslumenn leikmenn til þess að fara í þessa vegferð með okkur, þessa frægu vegferð sem er alls staðar og en það er alveg rétt, við erum að fara í vegferð og hún er bara upp á við Getur reynt að fá soninn á láni? Það er mér bara komið ljós, en hann er náttúrulega, hann á nú bara 1 ár eftir og jú, það er alls konar hlutir í gangi og ég veit það að þeir hafa gríðarlega mikla mætur á honum á skaganum og þeir eru nú að reyna að gera allt til þess að reyna að halda honum lengur eitthvað en það er mér bara komið ljós hvernig það verður bara. Takk fyrir þetta.